Og við förum í síðasta lið dagskrána, skýrslu bæjarstjóra til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, þetta sem sagt skýrsla bæjarstjóra frá 21. apríl til dagsins í dag. 22. apríl var nokkuð annasamur dagur. Það var stöðufundur aðgerðastjórnar almannavarna og það var stöðufundur með sviðsstjórum. Stöðufundurinn með sviðsstjórum hafa verið 3 í viku undanfarið en hefur nú verið fækkað niður í 1 og sama dag var líka fundur neyðarstjórnar Akureyrarbæjar en þeim fundum hefur sömuleiðis verið fækkað í 1. Þennan dag átti ég líka fund með ráðgjafarráði stafræna þróun á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga og þar var meðal annars rætt samstarf og sameiginlega stefnumörkun sveitarfélaga á þessu sviði og þá erum við undirbúa ráðstefnuna sem verður 12. maí næstkomandi. Nú, síðasti fundur dagsins var með borgar- og bæjarstjórum Arctic Mayors og við fórum yfir stöðuna í hverju sveitarfélagi í kjölfarið á COVID eða á tímum COVID réttar sagt og hvernig sveitarfélögin hafa brugðist við og svo vorum við aðeins að reyna að horfa í framtíðina og hugsa hvernig sveitarfélögin væru að bregðast við og það gaman að segja frá því að það mjög líkar aðgerðaráætlanirnar fyrir sveitarfélögin þó svo að auðvitað fylgi það löndunum og mismunandi lögbundnum verkefnum sem sveitarfélögin að takast á við. En ég tel að það sé mjög mikilvægt að eiga samtal við nágrannaþjóðir okkar og deila okkar reynslu, heyra hvað þau eru að gera og mögulega taka í veganesti það sem aðrar þjóðir eru að gera. Og það líka mikilvægt að við styðjum hvert annað og eins og búið að klifa á hér undanfarna mánuði, við erum í þessu öll saman, við erum að gera þetta saman. Og það ekki bara við Ísland, það við heiminn allan. En það sem kom auðvitað í ljós að jaðarbyggðirnar, við eigum svo mikið sameiginlegt og þegar svona risavaxinn vandi kemur upp. En það líka mjög misjafnt hversu vel sveitarfélögin í stakk búin til þess að takast á við faraldur eins og COVID Nú á sumardaginn 1. þá tók ég þátt í að komast að verkefni sem starfsfólk félagsmiðstöðva hér á Akureyri og ungmennahús hafa staðið fyrir. En það gengur út á að kanna líðan ungs fólks með hjálp tækninnar. Ungmennin skrá orð sem lýsa líðan þeirra og það var áhugavert að sjá hvaða orð þau voru búin að setja þarna inn og ég hvet ykkur til þess að kíkja á skjáinn í Eymundsson og sjá hvaða orð krakkarnir hafa verið að nota. Þetta virkilega sérstakur tími fyrir þennan aldurshóp og ég vil nú hrósa mennskælingum og unglingum heilt yfir fyrir þolgæðina. Þetta mikið próf í þolinmæði hjá þeim og þau eru búin að standa sig ótrúlega vel og ég vil bara hvetja þau áfram að gefast ekki upp og alls ekki hætta í framhaldsskóla. Það mikilvægast að það að halda sig við námið og klára þessa daga sem eftir eru. Þeir eru svo fáir. Nú 24. apríl þá var undirbúningsfundur með bæjarlögmanni og Haraldi Líndal Haraldsyni hagfræðingi varðandi öldrunarheimilin. Þennan sama dag var stöðufundur með SSNE og stjórn SSNE og framkvæmdastjóra og sveitarstjórum hér á starfssvæðinu og þar vorum við að taka púlsinn meðal annars á atvinnumálum og þar var Arnir Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands gestur fundarins. Við höfum verið að hittast núna einu sinni í viku þessi hópur á fjarfundum sem ákaflega gott að fara yfir stöðuna í landshlutanum og heyra hvert í öðru og aftur segja við erum öll í þessu saman við það mikilvægt að við séum að horfa hvert til annars í viðbrögðunum. 27. apríl þá voru að sjálfsögðu þessir voru fundir með sviðsstjórum og síðar þennan sama dag átti ég fund með Deibi Eggersinni borgarstjóra
þar sem við vorum að fara yfir COVID-viðbrögð og aðgerðaráætlanir hjá okkur, hjá Borg og á og hvernig við ætluðum að takast á við framtíðina og fjárhag sveitarfélagana í framtíðinni og þetta var mjög gott samtal sem við áttum þarna. Nú 28. apríl þá fá fundurinn að mestu leyti í fundi með sviðsstjórum þar sem við erum að fara yfir 3 mánaða rekstraryfirlit. Við erum að fara yfir fjárhaginn og bara mjög náið og mjög nákvæmlega og þessa fyrstu 3 mánuði ársins og ég er að fara yfir það með sviðsstjórin, ég og fjármálastjóri, sviðsstjóri fjársýslusviðs, Dan Jens Brynjarsson og þetta hefur gengið bara nokkuð vel. Á 28. þá fórum við Eva Hrund og Hilda Jana ásamt starfsfólki MAG og formanni stjórnar Rebin Jóni Pétursinni í heimsókn í Hof. En þar var Sinfonía Nord að taka upp tónlist fyrir Netflix og Ísland, það er gaman að segja frá því að Ísland er eitt tveggja land í heiminum sem hefur getað veitt þessa þjónustu þrátt fyrir COVID-faraldurinn, sem sagt varðandi upptöku á kvikmyndum og kvikmyndatónlist og það er alveg ótrúlega gaman að sjá þetta ferli og hvernig er verið að gera þetta og hversu fagmannlega allt var gert og vel var unnið í Hofi og það var algjörlega glæsilegt og ég vil hrósa okkar glæsilega og góða tónlistafólki og starfsmönnum hjá MAG og framkvæmdastjóra Sinfonía Nord fyrir hans framlag og þeirra framlag allt. Það er ótrúlegt að sjá hvar tækifærin leynast í allri þessari kreppu. Þannig að ég bara þakka þetta var mjög skemmtilegt. Nú síðdegis þennan dag þá áttum við Halla Björk, forseti bæjarstjórnar fjarfund með Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur, ferðamála- og nýsköpunarráðherra og þar vorum við að ræða ferðaþjónustufyrirtækin á landsbyggðinni. Þennan sama dag var aðgerðapakki ríkisstjórnarinnar kynntur, 3. aðgerðapakkinn og við höfum ætlað að ræða að sjálfsögðu aðgerðir fyrir ferðaþjónustufyrirtækin en við áttum þarna mjög gott samtal tækifærin hjá COVID og svo ekki síst að hugsa að beina því til ráðherra að beita sig fyrir því að fjármálafyrirtækin myndi standa líka með fyrirtækjunum á landsbyggðinni sem er ákaflega mikilvægt. En við áttum þarna mjög gott samtal við ráðherra. 29. apríl þá hélt ég áfram með Dan að funda með sviðsstjórunum og átti fundi í ráðgjafarráði stafræna þjónustu og síðan var fundur í aðgerðastjórn og með neðastjórninni og 30. apríl þá var statusfundur með SSNE og sveitarstjórunum og svo átti ég fund með sviðsstjórum búsett- og fjölskyldusvið og endaði daginn á fjarfundi með hópi fólks frá Bandaríkjunum þar sem við vorum að tala velferðartækni og þjónustu við eldra fólk og þetta voru forstöðumenn hjúkrunarheimila í Portland í Maine fylki í Bandaríkjunum og það var sérstaklega gaman að funda með þessum hópi því að þarna var fólk sem var heldur betur komið af léttasta skeiði. Og þarna er ekki verið að miða við 67 ára aldurinn, þarna var fólk almennt séð komið mjög af léttasta skeiðinu en þetta var góður fundur og skemmtilegur og gaman að eiga samtal við þessa einstaklinga. Nú 4. maí þá áttum við sviðsstjórnir fund þar sem vorum að fara við breytingar sem urðu frá með gærdeginum og hvernig við erum að aðlagast tilslökunum og samkomubanninu. Ég átti sömuleiðis fund með Unu Steinsdóttur, framkvæmdastjóra hjá Íslandsbanka, þar sem við vorum að fara í fjárhagsleg málefni og svo endaði daginn fór meira og minna allt síðdegið í gær í það að funda með bæjar- og sveitarstjórum og oddvitum á Íslandi og stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga og framkvæmdastjóri landshlutasamtakanna á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það voru 80 manns á þessum fundi sem gekk vonum framar
Og þetta var nú í fyrsta skipti sem Samband íslenskra sveitarfélaga heldur svo stóran fund og það lofuðu allir þetta framtak og lofuðu þetta fundaform. Og þessi fundur var haldinn í kjölfarið á því að það kom töluverð gagnrýni á það héðan að norðan að sambandið væri ekki nægilegu sambandi við sveitarfélögin. Og þetta var mjög góður fundur, við vorum að horfa á stöðuna, horfur og viðbrögðin og það var tekin ákvörðun það að við myndum halda reglulega samskonafundi með þessu formi og opna á það að það yrði mögulega hægt að sækja það af fleiri aðilum, altså kjörnum fulltrúum. Þannig að þetta var bara mjög góður fundur. Og svo í dag þá áttum við sviðsstjórar reglulegan fund og þar var fyrst og fremst verið að ræða gerð fjárhagsáætlunar. En þetta svona það helsta úr verkefnum, þau eru náttúrulega dálítið sérstök, svo ekki sé meira sagt og hafa verið. Það venjuleg viðtöl við bæjarstjóra fara fram í fjarfundi eða í síma. Það eru aðeins það hefur ekki verið haldinn svona físískur fundur með bæjarstjóra hér í mjög langan tíma. Og við erum svona huga að því hvernig við léttum tilslökunum. Það margt í gangi og mikið að gera, en mikið lærdómsferli sem hefur farið fram og sem við tökum með okkur í veganesti inn í framtíðina og til þess að, ekki síst til þess að bæta alla starfsemi hér hjá Akureyrarbæ. Takk. Já, þá hefur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskráin tæmd. Hér lagðar fram til kynningar eftirtaldar fundargerðir, bæjarráð 22. og 30. apríl, fræðsluráð 20. apríl, skipulagsráð 22. apríl, umhverfis- og mannvirkjaráð 17. apríl og allar þessar fundargerðir má finna á vef bæjarins. Við, eins og ég sagði í upphafi fundar, munum gerum ráð fyrir að funda í Hofi næst, að því gefnu að ekki komi upp einhver aftur, eða komi upp smit eða hópsmit á Akureyri þar að segja. Við vonum hið besta og sjáumst í Hofi næst. Takk. Og það segir fundi slitið klukkan 18:13.